Daníel Gunnarsson, þá ert þú búinn að þreyta þína frumraun á heimsmeistaramóti. Hvernig var sú tilfinning? Þetta var geggjað. Þetta var geggjað. Bara sprettur sem ég og Elvar fengum, við vorum að tala um tjaldinu. Þetta er eitthvað sem við mættum að rifja upp betri 20-30 ár saman, sko. Þetta var bara eitt af þessum mómentum í lífinu sem maður gleymir aldrei. Þú ert náttúrulega að tala um í hvað, 250 metrunum, var það fjórði spretturinn eða ekki? Síðasti sprettur í 250, það var bara geðveikt. Og það kom mynd af þig ykkur í þeim spretti. Ég fæ gæsahúð bara við að horfa á myndina. Já, við vorum að tala um þetta einmitt líka að hann, Elvar, er að fara upp á vegg, stofu heima með mér og ég er að fara upp á vegg, stofu heima með Elvari. Sko, þú fækst lang minnsta tíman. Þetta er auðvitað búið að vera rosalegur rússíbani. Þú dettur inn í liðið rétt áður en þið fljúið út. Lífið er auðvitað búið að vera ansi líða hratt þessa dagana. Já, ég fekk held ég 1,5 virkan dag, en þegar maður ætlar að gera eitthvað þá bara lætur maður að bjargast. Ég viðurkenni það svona eftir aukið, ég hefði viljað hafa aðeins lengri tíma til að þjálfa undirbúa, en við vorum alveg samt tilbúin, eins og sást í 250, en upp á daginn í dag það hefði maður viljað vera aðeins meira power. Endar í öðru sæti í 250 og 9. í 100 metrum, það er nú mjög góður árangur. Auðvitað er frábær árangur, maður bara keppnismaður og vill meira, maður kemur á svona mót til að sigra. Þið einingar eru náttúrulega búin að vera töluvert lengi saman, hvað er þetta mörg ár? Ætli þetta sé ekki 5. frekar en 7. árið, ef ég svona ágiskun. Er hún komið með nýtt heimili að því að þú fyrst nú örugglega minnstan tíma til að reyna að undirbúa það? Já, það gekk bara í svo sögu, hún fekk nýtt heimili og fer til Sviss á bara draumaheimili. Bara gæti ekki betri stað fyrir hann, sko. Þannig að þetta er eiginlega bara allt búið að ganga lyginni líkast. Nú kemur að klísju spurningunni sem þarf samt að spyrja, þetta var nú sennilega síðasti reiðtúrinn ykkar og svona nú er þetta búið. Það hlýtur að vera svolítið skrítin tilfinning, sérstaklega þegar þetta gerir svona hratt. Já, ég er mjög góður í að hætta að hugsa um hluti, það er bara svona íta til hliðar. Ég er bara ekkert farin að hugsa út í það þá, því mér vissulega kvíðir mann aðeins fyrir að þurfa að kveðja hana. Það er ekkert, þetta er búið að vera besti vinur manns í 5-6 ár, maður er búin að eyða meiri tíma með þessu heldur en fjölskyldunni örugglega. Þannig að maður verður bara að leyfa tilfinningunum að koma út og halda áfram. Það er bara svoleiðis. Hvað er svona búið að koma mest á óvart hérna? Af því þetta er nú fyrst getur svo út keppandi á heimsmeistaramóti. Það er svona, er kjánlegt að segja, samstæðan í liðinu og hugurinn og ég ætla að hitti, þetta er svolítið annað en að vera heima, en bara hvað það er allir til í þetta. Það er allir bara í gír. Það er bara, þetta er með skemmtilega sem ég hef aðeins gert. Ég ætla með að gera þetta aftur. Bara eftir 2 ár á kló litlu systir eða hvað? Það er gameplanið, komum með litlu systir, hún verður ekkert síðri. Hún verður ekkert síðri ef þetta þróast rétt hjá okkur. Hún er alveg mögnuð. Hún fór náttúrulega, já við erum á öðru keppnisári, hún fór undir 22 á Íslandsmóti, 8 vetra gömul. Hún er náttúrulega bara ótrúleg. Eins og eining, það er bara hausinn á þeim og er náttúrulega bara svo magnaður. Þannig að það er gameplanið. Við sjáum þig í Sviss eftir 2 ár og til hamingju með þennan árangur. Takk kærlega, takk fyrir mig.